náttúruparadís. Aksjóna! Þá erum við komnir í fyrsta svona official verkefnið okkar. Mættir í Hoffell. Síðasta vloggi, þá vorum við svolítið að sína frá tökudegi á Höfn. Það var ekki fyrsta svoleiðis ferðin okkar. Við vorum búin að fara í eina áður. Við fórum í Hoffell, sem er rétt hjá Höfn. Tókum upp í 2 daga og tókum einhverja 3 þætti þar sem að fara í dreifingu síðar. Semst verið að fara að nota til að kynna ferðamálin. Markaðssetja Hornafjörð og nágrenni. Já, ætlum bara þá að nota þetta vloggi að sína svolítið frá því. Við erum búin að vera svolítið að vinna í þáttunum í vikunni. Þú veist, þetta er náttúrulega geðveikt svæði þarna. Hoffellsjökull, svona lón þarna líka. Með, þú veist, fljótandi ísjökum, ógeðslega næs, geggja veður, nýfallinn snjór, ógeðslega frost þarna. Það var sko 12 stiga frost, samt var geðveikt veður. Blanka lón. Þegar maður er að taka upp heilan dag út í náttúrunni, er orðinn svangur og vökvalítill, búinn að drekka 1 sopa vatni yfir daginn, þá verður maður stundum svolítið heimskur og ruglaður og gerir fullt af mistökum. Er það ekki eitthvað fyndið? Jú, örugglega. That's groovy landscape, man. Come take a walk with me. Nei, þetta var ekki þannig. Oh my god! So, nei. But this is not... Ok, gæði. That's a wrap. We are still at the parking lot. To breathe in the fresh mountain goat air. And you know, maybe you can see some birds and some lions on this rock. Boo! You would be really lucky if you would see some lions on this rock. If this isn't quality, nothing is. Ég fór aðeins og skaust í búðina. Það er svolítið langur dagur hjá okkur í dag. Við erum að fara í tökur. Þannig að ég skaust og keypti smá millimál handa okkur. Það er ekki alveg komið kvöldmatur ennþá. En í leiðinni keypti ég smá óvæntan glaðning. Ég og Þorsteinn erum heldur bara í þann mund að fara að taka okkar fyrsta The Mats Attacks pack opening. Þegar hann opnar hurðina. Já, opnaðu drengur! Þorsteinn, eigum við ekki að fá okkur smá snæðing? Það er nú ekki úr vegi. Taktu þér smá pásu frá klippingum. Ég er líka með smá óvæntan glaðning. Sérðu þetta? Tjekka á þessi. The Mats Attack! The Mats Attack! Já, hvernig líst þér á þetta? Já, opna það. Já, ég skal vera bara á myndaðinni, þú opnar. Bréfið farið. Bréfið farið. Mesut Özil! Mesutinn sjálfur. Ó já, kallið minn. Við fengum Mesut Özil. Herðu, ok, þetta hérna er það sem við fengum. Kannski headlineið þessi... Robert Huth. Mesut gamli Özil. Já. Við erum alltaf hérna á ferðinni, lappandi með myndavél eins og einhverjir mestu meistarar í heimi. Einhverjir vitfirringar, sko. Það horfa allir á okkur. Það er líka ekki eins og við séum ósýnilegir, sko. Fólk má alveg horfa. Við erum hér úti. Sko bíla. Líst vel á þennan. Þessi er flottur. Svona sem fyrirtækjabíl. Eða bara sem bíl, bara yfir höfuð. Gott í dekkjónum vorum, hann er á nöglum, sko. Sett á hann 1,5 í það dýrasta. Já. 250 máli döitt. Hvað er það? Hérna er einhver póstburðarmaðurinn ekki að sinna vinnunni sinni, sko. Ég held að ég sé búinn að fatta hvað er í gangi. Hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Já. Spraska. Það er sennilega málið, sko. Já, það er búið að keyra á hann líka, sko. Hello. Man. Hvað gerðirðu fyrir peningana sem frúin í Hamborgaðir höfður? Ég keypti með bíl. Er það? Já. Hvað, einan? Í 20? Einan í 20. Já, klára þetta.
Þetta bara eins og við gerum á hverjum mótni. Þetta var skítlétt bara. Mjög skemmtilegt samt, en skítlétt. Mörgur sem finnst þetta erfitt, mér finnst það ekki. Við reynum að blanda svolítið saman vinnu og líkamsrækt. Aðalega á klippidögum. Á tökudögum, þá reynum við að hafa smá kardió þegar við erum að klippa. Þá erum við oft með þetta bara þannig. Við erum með svona ákveðið milestone kerfi. Þú veist, 1 kafli, 25 uppbyggingar, hvíldin í rauninni bara klippa, 25 uppbyggingar, klippa og svo framvegis. Einhverjar fleiri æfingar heldur en uppbyggingar? Já, við gerum allar æfingar. Burpees, clean, jerk, shoulder press, bench press, armbeigur, magaæfingar, fullt af fleiri æfingum. Allar æfingar eiginlega. Við leggjum mikið upp úr því að vera vel nærðir. Hvað segirðu Þorsteinn? Ég er að búa til salat. Eins og fólk sem hefur hort á vloggin okkar ætti nú að þekkja þá er ég með ofnæmi fyrir avokado. Nei, þú ert ekki með ofnæmi fyrir avokado, þú ert með ofnæmi fyrir guacamole. Ég ruglaðist. Ég var næstum búinn að ljúga. Þetta er ekki náttúrulega illa, en já. Uppskrift frá henni móður minni. Grænkál, avokado, gúrka, tómatur og eða svo bara eitthvað svona, þú veist, það sem til er. Það er ekkert vera áhættu að fara aðeins með hendurnar í þetta sko. Það er í tísku í dag að fara með hendurnar svolítið í matinn. Jamie félagi minn gerir þetta oft. Jamie Olivers. Hann kendi mér þetta. Svo er það nefnilega rúsinan í pilsöndanum. Það er kannski bara verst að hún er ekki til. Ætlaðu að setja rúsínur í þetta líka? Þú getur notað döðlur kannski í staðinn. Nei, ég ætlaði nefnilega ekki að setja rúsínur sko. Ég ætlaði að setja svona balsamikið. Sjávarsalt. Ekki bara Worcester í staðinn eða Mickey Finn? Svipaði fílingur í því eða? Nei, það er enga meginn svipaði fílingur í því nefnilega. Þú hefur prófað það sem sagt? Nei. Á maður búinn að elda. Heima gert kínverskt eitthvað. Steikt á pönnu með papriku og lauk. Big Hairs frá Vallanesi. Þetta er nú Vallanes. Þetta er nú Vallanes. Svo erum við hér með salati sem ég sagði ykkur frá áðan. Þetta er nú Vallasalat.